Ja, það er fyrsti fyrirlestur í vefforritun 2 og við byrjum á því að fara yfir efni sem við förum yfir og hvernig þetta verður hjá okkur. En þetta er sem sagt nýlegt námskeið sem var byggt á gamla töl 306G sem ég er búinn að kendi hérna 2013 til 2016 og síðan 2017 var þessu splittað upp í vefforritun 1 og 2 og vefforritun 2 var kend í fyrsta skipti seinasta vor og þetta er sett upp sem rökrétt framhald af vefforritun 1. Þannig að í vefforritun 1 vorum við að eiga við framendan, í vefforritun 2 erum við að mestu leyti að eiga við bakendan, en tökum síðan líka svona aðeins meira advanced framendastöf seinni partinn á misserinu. En HTML, CSS og JavaScript er það sem við fórum yfir í vefforritun 1 og ég gerir bara ráð fyrir því að þið séu með þetta alveg solid. Sérstaklega HTML og CSS, af því að ég mun ekkert fara í það. Ég mun ekkert vera eitthvað að fara í það hvernig á að skrifa CSS eða eitthvað svoleiðis nýja virkni í CSS. Þannig að ég mun bara gera ráð fyrir að þið kunni það og verkefnin munu gera ráð fyrir því. Við munum skrifa JavaScript alveg afskaplega mikið og nota alla nýjustu tæknivísindi og ég gerir ráð fyrir að þið séu svona allavega geti lesið þann kóða og kunni svona grunn hugtökin, en þegar við förum í svona nánari, svona nýlegri hluti og svona nota async og await sem við ætlum að skoða eftir, eða promises eða eitthvað svoleiðis, þá mun ég alveg stoppa og fara aðeins yfir það eins og við gerum á eftir og svona reyna að útskýra hvað er í gangi og svona bara, af því að það er nýlegt og það er stundum aðeins flóknara en eitthvað annað. En ef að þið viljið rifja upp, voruð ekki í vefforritun 1 núna seinasta haust, þá er allt efnið úr áfanganum aðgengilegt þar, ásamt því að ég seti saman einhverja drauga, einhverja kennslubók sem einblínir á HTML og CSS sem þið getið líka skoðað. En ég setti vefforritun 1 upp líka á GitHub eins og ég geri með þetta verkefni núna og gerði í fyrsta skipti seinasta vor og hérna er allt og mér finnst þetta mjög persónulega mjög næs að vinna með þetta þarna versus það þegar ég var alltaf að skrifa einhverja HTML skrár og bæta eitthvað við og uploada FTP og eitthvað svona. Nú get ég bara nota Git og það er næs. Hérna sjáu þið hérna blessaða skjávarpa. Nú breytti ég hérna þannig að punktarnir fara hérna út fyrir og þið sjáu það ekki einu sinni hérna. Það eiga að vera punktar, bara laga þessi margina þau hverfa hér. En við ætlum að vera duglega að nota Git og hýsa í raun allt sem við gerum á GitHub, eða ég mun gera það, ég mun hýsa allt efni námskeiðisins, öll verkefni, alla sýnilausnir og allt bara sem að ég set frá mér verður þarna. Þið getið nota GitHub, en ég er ekkert mótfallinn því að þið notið eitthvað annað eða þið eru kunnuð því eins og GitLab eða Bitbucket. Þið sem nemendur hafið aðgang að svona private repos hjá GitHub, en það skiptir víst ekki máli frá og með þessari viku, þegar núna er að geta allir fengið private repo. Þú fær private repo, þú fær private repo. En það er örugglega tilraun hjá Microsoft til þess að enn fremur koma GitHub sem staðnum þar sem fólk er með kóðan sinn. Og þetta er svona ákveðin monokúltúr. Þetta er bara svona, hey, hvað er að gefa kóðan okkar? GitHub, það er ekki svona spurning. Þannig að ef einhver nota GitLab eða Bitbucket þá var það alveg næs. En ég ætla ekki að gera það því ég nenni ekki að læra það. Þó það sé ekkert mál. Og það er sem sagt, þar er þetta allt og þar með talið grunnkóði fyrir allt námsefnið í þessu námskeiði. Þannig hérna er VF 2 2019 og þetta, ég fylgi bara nákvæmlega í sama formi og ég var með í vefforritun 1 núna, að það eru fyrirlestar hérna, þannig að hérna er fyrirlesturinn sem við erum í núna og hérna er sá fyrirlestur og hér er það sem við vorum að sjá á glærunni, þannig að ég er bý til þetta markdown-skjal sem ég síðan kasta yfir í glærunar. Og það er allt hérna. Og það er svona mikið að línum að því að línunar þýða ný glæra. Og við fórum í Git í vefforritun 1 og hér er uppfærður fyrirlestur með svona aðeins búið að taka til hennu síðan í vefforritun 1 2017. Þannig að ef þið viljið fríska upp á það var þetta svona grunnurinn. Og fyrir, eins og ég sagði, allt efnið er sett inn á GitHub
og ef það eitthvað, þú veist, þegar ég seti inn, ég ætla að reyna að vera duglegri, ég gleymi því stundum að senda tilkynningar þegar ég búinn að setja inn efnið, þannig að núna eftir þennan fyrirlestur þá mun ég uploada vídeónu á þessu, setja þetta inn, uppfæra allt á GitHub og senda tilkynningu, hei, allt efnið komið, sem þýðir að þið getið tekið þennan áfanga sem í fjarnámi og ég gerir ráð fyrir að þetta sé örugglega með betri mætingum sem ég muni sjá hérna, en það allt í lagi, ég ekkert svo lengi sem þið mætið að minnsta kosti 1 eða 2, það væri gaman. Ef ég væri einn hérna að halda fyrirlestur í 2 klukkutíma, það væri mjög sad, en ég mun gera það af því að ég hérna fyrir ykkur. Og ef eitthvað kemur upp, ef það eitthvað kemur upp með verkefni eða eitthvað, þá mun ég senda tilkynningu á okkur, en annars ég mjög hrifinn að ég nota Slack svona fyrir dagleg samskipti, þannig ef þið eru með einhverja spurningu beint til mín, þá fáið þið fyrr svör gegnum Slack, en þið sendið með tölvupóst, en þið megið alveg senda með tölvupóst líka. Og þau eitthvað sem hafa ekki skráð ykkur inn á Slackið sem við erum með fyrir webforritun, þá það sama og ég búinn að vera með núna síðustu 2 ár, webforritun.slack.com, og allir með HÍ netfang geta skráð sig þar, og það ný rás, ég búinn að komast því það þarf ekki að vera með margar rásir, við höfum bara eina rás fyrir þetta námskeið og hendur bara allir inn þar. Svo höfum við random ef þið viljið vera með eitthvað svona random dot, finna eitthvað fyndið eða skemmtilegt á netinu og svona. Anybody that doesn't speak English here? Icelandic? Ok. Það hefur verið þannig að ef það eru erlendir nemendur og ef það einhver erlendur nemendur sem spyr ykkur, þá verður þetta kennt á íslensku, en ég hef lokaprófið á ensku ef það að minnsta kosti einn nemandi sem biður það. Og já, þetta svo byggt á webforritun sem ég búinn að vera að dunda við hérna seinustu árin, og alveg allt efnið aðgengilegt og þetta alltaf bara svona, ég tek bara svona ídraða nálgun á þetta. Ég byrjaði með eitthvað ákveðið og svo bara búinn að vera að ídra það efni, og webforritun 2 í fyrra var svona bara til að hafa heppnast ágætlega, en í raun bara halda svolítið sama sniði og ídra það efni sem við vorum að fara yfir það. Þannig að þið getið skoða hérna á, þetta svona 75-80% svona sama efnið, en ég mun breyta, bæta, fara betri í það sem fór ekki betri nógu vel í fyrra og svona. Þannig að þið getið unnið ykkur í hæginn ef þið eru mjög spennt. En fyrirlestur þetta verða hérna klukkan 3 á 50 í Öskju, í uppáhaldsstofunni minni. Og þetta eru 3 fyrirlestrar í röð sem henta mér ágætlega. Ég veit að getur alveg verið frekar mikið sökk svona fyrir ykkur, en það bara því að ég líka að vinna í fullri vinnu annars staðar og þetta leyfir mér að slíta daginn sem minnst í sundur. Og ég stefna á að vera með svona 2 fyrirlestrar með efni og svo 1 með dæmi einhverju öðru. En ég á líka tendensin hjá mér að detti yfir það að vilja segja ykkur allt, að þetta allt svo skemmtilegt og þetta allt svo frábært og þið þurfa að vita svo mikið að þið að fara að vera webforritarar og þannig ég reyna að tróða inn of miklu og bara, já, það eftir að gerast. Ég tek allt upp og aftur set samt fyrirvara það, ef eitthvað kemur upp á, þá gæti alveg verið eitthvað hafa ekki dætt út, en það eru komnir örugglega núna 700 dagar, 2 ár, án þess að eitthvað hafi klikkað, þannig að ekkert incident ennþá, vonum að það haldi bara fram. Og þetta fer inn á YouTube og eins og hérna tómur playlisti, hei, velkomin Helga, sem að ég mun alltaf setja inn á fyrirlesturina í röð, þannig að þetta mun bara detta þarna inn eftir því sem við höldum áfram. Dæmatímar byrja í næstu viku. Ég mun setja hópaskiptingu og upplýsingar dæmatímakennarana á Uglu og senda ykkur tilkynningu. Það mun líklegast koma inn bara á morgun eða helgina. Og ef að þið viljið skipta dæmatímahóp, þá getið þið fundið ykkur til að skipta við, en eftir svona reynslan hefur sýnt að eftir að við fórum að breyta hvernig við skilum verkefnum yfir því að skila bara á Uglu og þar bara dreifum við þessu jafnt á dæmatímakennarana, þannig að það þið getið lent í því að sami dæmatímakennari fari ekki 2 sinnum yfir verkefnið ykkar í röð út af því að það skiluðu færri eða fleiri. Þannig að ég tek bara alla sem skiluðu, deili því í þrennt og set síðan á dæmatímakennarana. Og þá verður þetta svona, þið getið eiginlega mætt bara í þann dæmatíma sem að þið viljið
en svona til að setja einhvern grunn, þannig að þið séu ekki bara alveg tínt, þá setjum bara eitthvað svona base skiptingu fyrst og svo bara finnum út úr þessu. Þetta rætast. Verkefni eru svona aðal inntakið í þessu. Það ekki bara ég að bladra, heldur ég að bladra og svo þið að brasa við það sem ég búinn að bladra Og þau geta verið tímafrek og þau geta verið svolítið svona yfirgripsmikil og svona mikið af nýjum hlutum kannski einu, en ég ætla að reyna að vanda mig. Þetta byrjaði af mikilli hörku í fyrra og fyrsta verkefni var alltof mikið og þannig að núna það er svipað, en þið standið betur á því að ég veit að það var aðeins svo mikið í fyrra, þannig að ég er aðeins búinn að létta vona ég, og þið hafið aðgang að efninu frá því fyrra, þannig að þið getið svona skoða referensi yfir það hvað er svona eitthvað svipað að vera. En það er best bara að byrja sem fyrst og vera óhrædd við að spyrja spurninga. Það er ekkert að því að spyrja spurninga, það er ekkert að því að spyrja spurninga bara til allra á Slack, af því að það er fullt af fólki sem er líka hugsanlega með sömu spurningar á því, eða ef ykkur finnst það óþægilegt, þá getið bara senda mér línu. Og það er betra að klára eitthvað. Þið þurfum ekki að ná fullkomnu verkefni til að skila, það er alltaf betra að skila einhverju og fá þá bara lægri einkunn, af því að þetta telur allt. Af því að þetta verða sem sagt 8 verkefni í heildina, 6 svona minni, þar sem við munum hafa, þau verða sett fyrir og kynnt í fyrirlestur á 50 dögum, þannig að fyrsta verkefni verður kynnt á eftir, og svo skila á föstudegi 2 vikum seinna. Þannig að við erum að keyra þetta á cadensi sem eru 1 verkefni og 2 vikna fresti. Þannig að það mun vera bara alltaf fast þannig. Og 5 bestu munu gilda 6% hvert, samtals 30% á lokaeinkunn, og þið megið ræða saman og vera að vinna þetta saman, en ég bið ykkur endilega að skrifa ykkar eigin lausn, ekki skrifa þetta saman eitthvað og svo bara copy-paste og breyta ykkur breytum. Það er alveg valid, einhvern tímann peer-programma svona eitthvað svona, en þið eigið að vera að gera ykkar eigin, og það er ekkert að því ef þið komist að sömu niðurstöðu í sameiningu það hvernig ég leysa eitthvað X í þessu og að kóðin eitthvað sem mjög svipaður, en skrifið hann inn sjálf og ekki copy-pasta bara með þið. Síðan verða 2 stærri verkefni sem munu gilda 15% hvort og þau verða unnin í hópum, 2-3 saman, eða 4, eða 1 ef þið eru eitthvað sérstakt í gangi hjá okkur. Fyrra mun vera sett fyrir 18. febrúar og það mun snúa því að búa til vefþjónustu, og seinna mun vera sett fyrir 14. mars og það mun vera einhver frammendi sem við setjum upp og nýtir gögnin úr fyrra verkefninu. Þannig að þið geti þannig að þetta verður svona continuation í þessu. Við erum að fara að vinna með sömu gögnin fyrst í þessum skóm bakendaforritarans sem er að setja upp einhver gagnagrunn og einhverja vefþjónustu sem er að möndla með einhver gögn og getur tekið við gögnum, eitt gögnum og eitthvað. Og síðan það að búa til frammendan, og það munum við nota mjög líklega React til þess að síðan nota þessa vefþjónustu til þess að birta gögnin og birta eitthvað til þess að eiga við þessi gögn, geta bætt við og uploada einhverja dóti og svona. Verkefnum og einhverjum fyrir þau verður skilað í gegnum Uglu, þannig að það verður hann undir hlutapróf og verkefni tabnum fyrir námskeiðin og Uglu, og verkefni og hlutapróf, og leiðbeiningarnar munu öllu líkindum alltaf vera mjög svipaðar, en það geta breyst, þannig að lesið leiðbeiningarnar og sjáu hverju þið er að skila. Þannig að þið geta alveg gert ráð fyrir því alltaf að skila slóð á GitHub, en svo getur eitthvað bæst við, til dæmis þegar að skila líka slóð á verkefnið eitthvað keyrandi á einhverju hýsingarumhverfi, þá kemur það fram á þetta. Lokaprófið verður mjög líklega svipað í fyrra. Það verður þessar forritunarspurningar og ritgerðarspurningar, þannig að það verður ekki krossar, þetta verður meira svona bara stærri verkefni þar sem þið þurfum að lesa úr og segja eitthvað til einhvern forritunarbút, hvernig þið setjið eitthvað upp og eitthvað svona, og svo ritgerðarspurningar sem verður þessi konsept sem við erum að fara yfir, hvernig á að gera hluti, hvernig myndið þið leysa svona eða eitthvað. En við förum nánar í það þegar hann nær dregur. Einkunn fyrir námskeiði skiptist í verkefnahlutin verður 60% og lokaprófið 40%, og það verður að ná bæði verkefnahluta og lokaprófið með lágmarkseinkunn 5. Og það er engin skyldumæting, en það er yfirleitt þannig að þau eitthvað sem ég kannast við og svona,
þetta hefur yfirleitt helst í hendur, ef maður að mæta og sinna þessu vel yfir önnuna þá skilur það sér betri einkunn, en ég samt ekki að segja ef þið mætið ekki þá sé ég ekki að sinna þessu, þið bara stjórnið þessu, þið eru fullorðin og það bara vona að að það hendi ykkur sem best að hvernig ég seti þetta upp, en ef það má eitthvað bæta þá getið endilega látið mig vita, en ég reyni að vera duglegur að setja þetta inn eins rætt og ég geti inn fyrirlestrana og þannig að þið getið haldið við þetta. Ok, þannig að því, þetta var svona administrative parturinn af þessu, en það sem við ætlum að vera að fást við núna þetta er framhald af vefforritinu 1 og þetta er náskeiðislýsingi bara úr kennsluskráni, þar sem farið í umhverfi bakendaforritinu Node.js, smíði og tengingar við vefþjónustur og tengingar við gagnagrunna, frammynda forritasöfn, framework, notuð til að setja upp frammynda. Ég setti þarna React Ember Vue þegar ég var að setja þetta í fyrra, ég uppfyrir þetta ekkert fyrir núna og við fórum alveg frekar grundigt í React en ætlum að fara í Vue og það datt aðeins upp fyrir, en ég krossa putta, kannski ná að fara aðeins yfir það núna, skipileg með aðeins betur og komum þessu fyrir. Síðan ætlum við líka að skoða öryggismál og hvað þarf að gera þegar við erum að vinna verkefni og þegar við erum að hýsa þau og verkefnin sem felast í smíði vefja þar sem nýta skal það sem kennt er. Hæfni viðmið, þið sem ljúkið þessu námskeiði eigið að geta skrifað forrit í bakenda sem hefur samskipti við framenda til að búa til lifandi vef, útbúið og tengt vefi við vefþjónustur og gagnagrunna, skilið útskýrt helstu öryggismál sem snúað vef, sett vef upp á hýsingu og gert hann aðgengilegan af netinu. Þannig að þessir tveir áfangar haldast í hendur við það að þá munið þér ná utan allan þennan vef forritunar svona ring þetta sem við erum að gera, sem er þá þetta að bæði skrifa framendan og skrifa bakendan, geta gert vef sem nýtir CSS og JavaScript og HTML til þess að birta gögnin og geta gengt gögnin einhvers staðar og möndla með þau og gert í gagnagrunnum og þetta allt saman. Gróf kennsluáætlun þannig að við ætlum að taka núna 5 vikur í bakenda og það mun þá taka til þess að við ætlum að byrja að skoða Node.js, hvernig það er öðruvísin að forrit í Vavra. Í næstu viku ætlum við að skoða aðeins meira Node.js og byrja að skoða Express sem er svona framework sem er skrifað í og keyrir í Node.js til þess að búa til bakenda. Síðan ætlum við að skoða Postgres sem gagnagrunn, hvernig við tengjumst honum úr Node.js, hvernig við eigum við gagnagrunna svona almennt og það er svona gott ef þið eru búin að taka gagnagrunnsfræði, en svona ég líti á að það sé ekki krafa að þegar við munum ekki fara inn eitthvað flókna gagnagrunnsfræði. Við munum nota select, insert, update og delete til þess að eiga við gögn og við munum ekkert að fara að búa til eitthvað svona flóknari queries. Og ef að það kemur til þá mun ég sýna ykkur og gefa ykkur að mestu leyti hvernig það er. En já, þannig að það verður svona high level overview yfir það hvernig við notum Postgres og þá SQL þar. Og síðan þegar það er komið þá ætlum við að setja upp notendaauðkenningu og hvernig við setjum upp notendaumsjón, þannig hvernig getum við búið til notendur, geymt á gagnagrunninum, gefið þeim lykilorð, haft lykilorðin örugg, staðfesta að einhverju notendur hafi aðgang, veitt þeim aðgang, passa upp á að þeir aðeins hafi aðgang á einhverju efni og svo framvegis. Og öryggi að hverju þarf huga svo að við lendum ekki í einhver fara brjótast inn eða skemma eða gera einhvern óskunda við vefinn okkar. Síðan ætlum við að skoða vefþjónustur og caching-mál og það er þá Redis sem er svona NoSQL, svona gagnageymsla sem við getum geymt kassa gögn í. Svo ætlum við að skoða nánar HTTP, skoðum það aðeins í vefforritinu 1. Svo ætlum við að fara yfir SOAP, það er svona old school, það eru vefþjónustur svona eins og við gerðum hérna 2000 og eitthvað, og REST sem eru svona ennþá kannski farnar aðeins að vera svolítið svona old school en mjög solid samt. Og síðan crossum putta, kannski getum við farið í nýja fíneri GraphQL sem að allt fólk sem er eitthvað á netinu er að nota í dag í staðan fyrir þetta gamla drasl. En við sjáum hvernig það er og vonandi náum við að fara við þetta. En við munum samt fókusur á REST og setja upp REST
vefþjónustur í hópverkefni 1. Síðan ætlum við að taka 2 vikur, það mun ekki vera beinar 2 vikur þar sem við munum fara yfir þetta. Það mun vera svona blanda inn á milli í svona vefþjóna og DevOps. DevOps er svona development og operations blanda saman, þannig að það er ekki bara ég er eitthvað að hamra og forrita eitthvað á tölunni minni og svo sendi ég bara á einhvern annan sem að sér að reka það og ég veit ekkert hvernig hlutirnir eru reknir eða hvernig á að tengja þetta þegar þetta er actually að keyra ykkur á einhverjum vefþjónum og svona, heldur þá er þetta við sem forritarar við höfum skilning á því hvernig hlutirnir eru reknir og hvað þarf að huga að það, hvað þarf að gera þegar við setjum vef í loftið og hvað gerist ef að hann allt í einu hættir að virka og við þurfum að debugga hann. Þá erum við ekki bara, ég veit það ekki, þú, rekur þetta, lagar þetta. Þannig að við þurfum að skoða hvernig við höfum að vera með monitoring á vefjunum okkar, logging, hvernig við varum að logga þannig að virki fyrir okkur að vita hvað er í gangi, þjónustu sem hjálpa okkur við það. Setjum þetta upp, munum nota Heroku pottet og hugsanlega eitthvað annað. Aftur, það er erfitt að bæta við af því að þá bara höfum við ekki tíma fyrir allt. Við viljum frekar fara vel í Heroku en langar að skoða þessu hvernig er þetta að setja á AWS eða Google Cloud eða Azure eða eitthvað aðra svona cloud þjónustur sem geta hýst verkefnin okkar og munum sem sagt vinna verkefnin og svo deploya þeim og láta þau keyra einhvers staðar í skýinu. Já, og svo tengt þessu prófanir, þannig að hvernig getum við skrifað svona test fyrir kóðan okkar, hvernig getum við sett upp pipeline, þannig að við erum með eitthvað verkefni, við skrifum nýjan kóða, við skrifum test fyrir hennan kóða, við checkum hann inn í source controlið okkar, við látum einhverja þjónustu taka við kóðunum okkar, keyra öll prófin, láta okkur vita, hey, prófin þín stóðust, ég er að fara að deploya þessu og það setur síðan vefinn okkar live, þannig að við erum í raun fáum svona heilan hring í því að geta forritað, checkað inn og sett live. Þannig að við munum skoða það allt. Og það það er mjög skemmtilegt. Þá svona getum við verið bara með, þið gætu tekið það sem við förum yfir og bara sett upp project. Þannig keyrum við flest okkar project þar sem ég er að vinna og það eru mörg startup sem keyra bara, nota GitHub, Heroku eða AWS og gera þetta svona. Þannig að það verður bara svona, já, alvöru stöf. Síðan ætlum við að taka í lok námskeiðsins framvinda og skoða þá React, hvernig við getum notað það til þess að ekki bara innan stóra gæsalappa skrifa HTML, heldur setja upp HTML í gegnum React, búa til þess að komponenta sem að React byggir upp á, til þess að splitta verkefnunum upp, fá meiri endurnýtingu, meiri hraða á það tíðum í það hvernig við getum unnið verkefnunum okkar og munum nota Create React App, þannig að við hefum fiktaði því, þá var það rosa næst til þess að bara svona komast á stað. Við munum skoða hvernig við höldum utan state í appunum okkar, þannig að við erum búin að gera eitthvað, hvernig veit ég að einhver er innskráður, hvernig veit ég að einhver er búin að gera þetta eða hitt. Síðan langar mér líka að fara að skoða Next, sem keyrir á React, en leyfir okkur að fá svona server-side rendering, sem er þá þannig að við erum ekki, eins og React keyrir í Create React App, þá erum við bara með HTML-ið okkar er bara HTML með head sem vísar í JavaScript skrá sem er forritið okkar, svo erum við bara með tóman body. Þannig að þegar ég opna vefinn, þá er þetta JavaScript keyrt og magically þá bara verður til einhver framhendi í gegnum React í gegnum JavaScriptið. En ef að JavaScriptið myndi ekki keyra, þá endum við bara með hvíta síðu sem er frekar súrt. En Next leyfir okkur á svona tiltölulega einfaldan hátt að keyra React og fá server-side rendering sem þýðir þá að HTML okkar er fullt af efni, það er allt efnið. Þó að JavaScript klikki, þá fáum við eitthvað til að sjá á vefnum. Og svo Vue sem er annað framenda framework sem er svolítið öðruvísi en React, notar aðeins öðruvísi filosófíu. Það er ekki alveg mikið svona all-in, það verður ekki alltaf verið í Vue, þú getur verið með Vue bara part af vefniðinum, og meina React er svolítið svona all or nothing. TypeScript sem er supersett af JavaScript, leyfir okkur að skrifa JavaScript með típuðum kóða, þannig ef þið hafið veltið fyrir okkur höfum við ekki compiler sem segir mér þegar ég er að nota vitlausar típur, reyna að plúsa saman streng og tölu, þá er TypeScript svarið þar, þannig að það bæti við typing í JavaScript og ég hef alltaf verið hrifinn af typed málum, þau eru mjög næs, það er mjög næs að vita að ég sé ekki að gera eitthvað vitlausu því að það er bara eitthvað, tölvan er að hjálpa mér.
og þannig að þetta svona í seinasta seti. Við náum öðru hvoru af þessu, kemur í ljós hvort eða bæði. Já, þannig að mikið af efni, líklegt að eitthvað detti út. Ég setti inn fyrstu drög hérna að svona nánari kennsluáætlun sem þá niður á vikur. Þannig að við erum hér í dag, fáum verkefni 1 núna og svo verður þetta hérna takturinn hjá okkur. Verkefni 6 verður sett fyrir hérna í lok mars og hópverkefni 2 þar fyrir, þannig að þá myndast hérna smá rými fyrir ykkur til þess að klára hópverkefnið. Síðan eru þetta 15 vikur en ég myndi gera ráð fyrir að einn 50 dagur myndi detta út. En hérna seinasta vikan þá byrjar páskafríð á miðvikudegi, þannig að við missum af seinasta fyrirlestrinum. Já. En sem sagt, VF 1 hérna, bakendi aðeins inn í HTTP, framhendi aðeins yfir í HTTP og núna í VF 2 bakendi töluvert meira í HTTP. Og þetta svona skipting sem náttúrulega svona grundvallar skipting þarna á milli, en út af því að við verðum nú að nota JavaScript bæði á framenda og bakenda, þá getur alltaf verið svona smá ruglingur. Og fyrsta verkefni aðeins að blanda þessu svolítið svona saman, eða svona samt ekki, svona aðeins að reyna að sýna ykkur munin á því hvernig svona framenda JavaScript og bakenda JavaScript getur hagað sér eins en verið samt grundvallar atriði öðruvísi. Við skoðum það nánar eftir. En hérna hann heitir Kamran Ahmedesse, sem hefur hérna seinustu ár sett uppfært svona alltaf hvað Web Developer in 2019, hvað í gangi, og hann tekur til svona margra þjónusta sem hérna, en hérna frontend þetta skoðum við líka í VF 1 fyrir svona hvað þar var, HTML, CSS, JavaScript, allt tengt við tól og alls konar. Og svo nú ætlum við að fara í backend með svona smá detour yfir í DevOps og síðan hérna Git, ætlum að vera mjög solid í því, Basic Terminal Usage, ég mun nota terminal svolítið mikið til þess að keyra dótið sem við erum að gera. Data Structures and Algorithms, við munum nota við munum skrifa einhver algoritma en ekkert eitthvað formlegt, þannig að ég vísa bara í önnur námskeið hér. Solid, Kiss og Yagni, Solid principleið við það að skrifa Kiss, keep it simple, stupid, Yagni, you ain't gonna need it, sem eru svona bara almenn svona sem foreldrarar. GitHub, licenses, semantic versioning, munum skoða það, SSH, veit ég hvort við munum skoða eitthvað, en HTTP, HTTPS and APIs, skoðum það, character encodings, svona aðeins næst á því, design patterns, ekkert sérstaklega þannig séð, en samt svona alltaf aðeins. Þannig að þá hérna þetta pick a language, og svo sjáum við þá eru mjög mörg í boði. Við ætlum að velja Node.js hérna með TypeScript að einhverju leyti, síðan .NET, Java stórt, mikið notað hérna heima, Haskell og Clojure minna, Erlang ennþá minna, Scala og Elixir, það eru svona nýleg, Scala keyrir á hérna Java virtualmasíninu og alveg eitthvað notað. Ég hef enga reynslu af því að keyra web project í neinu af þessum hérna efri. Síðan Python, það hægt að nota Python og það eru ýmis framework þar sem við getum notað, og Ruby on Rails svona framework sem maður hefur kannski heyrt um. PHP, það var hérna í byrjun í vegforritun, þá lærðum við PHP. Það allt í lagi. Ég byrjaði að forrita í PHP hérna fyrir mörgum árum síðan og það hefur alltaf sérstaklega staðið í hjarta mínu. Golang og Rust, líka svona nýlegt, og þetta er allt möguleikar þegar við förum að skrifa svona framenda, og eitthvað af þessum konseptum sem við munum fara yfir hérna þýðast alveg yfir í önnur umhverfi. Þannig að þið getið alveg tekið eitthvað af þessum hugtökum sem við erum að fara að læra og farið yfir í önnur.
quick and easy, go with Node.js or PHP. En svo hérna package manager, þannig að flest af þessum umhverfum hafa einhvern svona package manager sem hjálpar okkur þá að sækja þessa pakka, af því að við viljum ekki vera að skrifa frá grunni stóran part af því sem við erum að fara að nota, við viljum bara leysa verkefni og við munum nota hérna npm eins og við kannist aðeins við. Standard sem best practices og það þá í raun bara hvernig eðlilegt að setja upp verkefni, eins og til nota ESLint og svona til þess að vera að skrifa kóða sem svolítið einsleitur, vera bara svona halda sig, vera svolítið fagleg í þessu. Make and distribute some package library, við erum aðeins skoða þetta, hvernig getum við búið til og publisa einhver eigin pökkum á npm og síðan í framhaldinu rosalega góð leið til að læra, finna eitthvað open source project sem að þarf hjálp, bara prófa að contributa. Það er mjög skemmtilegt. Ég hef ekki minni reynslunni hefði myndi vilja en þetta svona erfitt í byrjun en svo verður þetta mjög rewarding og skemmtilegt að fá að taka þátt í einhverju svona með einhverju fólki út í heimi. Og svo testing og praktísk test, ekki til að skrifa test, bara til að skrifa test. Relational databases, við munum fara hérna yfir í Postgres. Svo MySQL og MariaDB sem eru í raun Oracle keypti MySQL, gaurinn sem bjó til MySQL var eitthvað ósáttur, bjó til MariaDB sem fork af MySQL og með nýjum, þannig að þeir eru sama interfaceið. Svo hérna MS SQL, .NET, Microsoft, gagnagrunninn. Framework, þar sem við erum verið í Express og React. NoSQL database, við ætlum ekki að fara beint í einhvern af þessum Mongo eða eitthvað svoleiðis. En við munum fara í caching, skoða Redis, authentication, RESTful APIs, við munum skoða JVTs, basic authentication, token authentication, OAuth kannski aðeins, við munum ekki snert á message brokers eins og RabbitMQ eða Kafka. Við munum ekki fara yfir í search engines, hvernig við getum sett svoleiðis upp, eins og Elasticsearch. Docker, það aftur svona, það væri rosalega gaman að fara yfir þetta allt saman, en það aftur svona DevOps, meira heavy DevOps, Docker svona leið til að búa til virtual machine, það sem ég get verið bara með, ég ekki að keyra á mínu stýrikerfi þegar ég að forrita, ég að keyra á stýrikerfi sem að keyrir í virtual machine á tölvunni minni. Þannig að ég þarf ekki að passa upp á það, já, ég með nákvæmlega rétta nótútgáfu, ég var með eitthvað öðruvísi sett upp. Þannig að þú bara sækir einhverja virtual machine og það eru allir sem að forrita í verkefninu með nákvæmlega sömu útgáfu af öllu í gegnum það. Web service, munum ekki fara beint í að reka að setja upp eins og Apache eða Nginx. Það munum nota bara svona cloud-þjónustur sem nota það bak við tjöldin einhver leyti. WebSockets, ef við höfum tíma í það, en GraphQL ef við höfum tíma og þessi Graph databases. Já, og svo þetta bara svolítið keep on exploring. Þetta ótrúlega stórt og mikið svið og skemmtilegasti staðurinn til að vera sem forritari, þó ég segi sjálf frá. Og já, mjög skemmtilegt. Og ég vona að verði bara mjög skemmtilegt hjá okkur núna í haust. Vor. En við skulum taka svona 10 mínútna pásu og þannig dempum okkur í nót.